fyrir mjög hugvekjandi og upplýsandi erindi og næstur á mælendaskrá Hrafn Magnússon, fulltrúi Öldungaráðs Reykjavíkur með erindi sem nefnist skipting ellilífeyrisréttinda hjá lífeyrissjóðum. Gjörðu svo vel, Hrafn. Og þú getur hækkað og lækkað borðið. Já, forseti, heyrist ekki í mér? Já, forseti, já, borgarstjóri, borgarstjórnarmenn, öldungaráð og varamenn í öldungaráði sem hér eru nokkrir og kæru gestir. Ég ætla að fjalla hér skiptingu ellilífeyrisréttinda hjá lífeyrissjóðum í tengslum við þátttöku íbúa í vegna dvalarkostnaðar í hjúkrunarheimilum. Hér segir á þessari glæru að ef að mánaðartekjurnar eru tæplega 82.000 krónur á mánuði eftir skatta, þá tekur hann viðkomandi íbúi tekur hann þátt í dvalarkostnaði með þeim tekjum sem umfram eru. Greiðsluþátttakan verður þó aldrei hærri en 385.000 krónur á mánuði og þykir mönnum býsna mikið. Það merkir að hámarksþátttökugjald miðast þá við tekjur sem eru 467.000 eftir skatt á mánuði. Þetta eru verulegu fjármunir sem íbúar þurfa að greiða vegna dvalarkostnaðar á hjúkrunarheimilum. Það eru nokkrar tekjur sem ekki teljast þarna með. Það eru bætur frá almannatryggingum, séreignar lífeyrissparnaðurinn, fjárhagsaðstoð frá sveitarfélögum og bætur samkvæmt lögum félagslega aðstoð. Tekjur maka, ef hann ekki hjúkrunarheimili, hefur engin áhrif að öðru leyti en því að fjármagnstekjum skipt jafnt á milli hjóna eða sambúðarfólks. En vægi lífeyrissjóðstekna 100%, sem er mjög mikið, ekki síst að þarna að ræða sparnað einstaklinga. Hins vegar ef bæði hjónin eru á hjúkrunarheimili, að þá skiptast tekjurnar til helminga á milli þeirra að beggja. En það sem ég ætla að ræða aðallega það eru þeir íbúar þar sem annar makinn heima en hinn á hjúkrunarheimili. Í lögum starfsemi lífeyrissjóða frá 1997 rætt skiptingu á ellilífeyrisréttindum á milli hjóna. Hún getur verið þrenns konar. Ég ætla að ræða hér greiðsluskiptinguna sem hér undirritað. Það sem sagt skipting á viðkomandi bótum sem viðkomandi fær eða hvað sem bæði hjónin fá. Það hægt að skipta þeim á milli hjóna. Hins vegar hægt að skipta á svokölluðum áunnum lífeyrisréttindum sem fólk hefur áunnið sér í fortíð. Ég ætla ekki að fjalla það hér tímans vegna, en það skiptir það kannski minna máli. Og þriðja aðferðin svo að skipta á iðgjöldum í framtíðinni. Það að segja þau iðgjöld sem greidd mánaðarlega í framtíðina. Í framtíðina er hægt að skipta þeim iðgjöldum á milli. Þessi skipting nær eingöngu til ellilífeyris. Hún nær ekki til örorku eða makalífeyris. Hún gagnkvæm, það verður báðir aðilar að skipta og skiptingi þarf að vera jöfn. Hún má aldrei vera meir en 50%. Hún getur verið 30%, 40%, 40% og svo framvegis, en langalgengast að fólk nýtir sér heimildina til fulls og skiptir réttindunum á milli 50% og 50%. Og þessi réttindi sem eru til skiptana eru þau réttindi sem ávinnast í hjúskapartíma eða í óvígðri sambúð. Varðandi greiðsluskiptinguna sem ég ætla að tala það er að segja skipting á lífeyrissjóðsgreiðslum. Þá ekki að ræða sjálfstæðan rétt, það ekki verið að framvísa réttunum til makans, heldur falla greiðslu niður við andlát. Það er að segja ef makinn fellur frá, þá renna greiðslurnar aftur óskertar til sjóðfélagans á ný.
En greiðslurnar eru samt sem áður skattlagðar hjá móttakanda greiðslurnar, ekki hjá þeim sem ávann greiðslurnar í upphafi, heldur hjá móttakanda greiðslurnar. Þetta nú bara ákvæði hér sem hér kemur á skjáinn, það eingöngu bara úr lagafrumvarpinu, að ellilífeyrisgreiðslur sem renna eiga til hans skuli alltaf hálfu renna til maka hans eða fyrrverandi maka. Viðkomandi lífeyrissjóður skal þá skipta greiðslum í samræmi við ákvörðun sjóðfélagans en þeir falla niður við andlát hans. Deyi makinn eða fyrrverandi maki sem nýtur slíkar greiðsla hins vegar á undan sjóðfélagunum skulu greiðslurnar allar renna til sjóðfélagans að nýju. Svona greiðsluskipting getur verið hagkvæm ef sá sem með hærri ellilífeyri frá lífeyrissjóðum inni á hjúkrunarheimilinu. Hins vegar þarf að huga að ýmsum öðrum fjárhagslegum áhrifum hvað slík skipting getur haft í för með sér fyrir þann aðila sem heima. Hér eitt dæmi. Sá sem á hjúkrunarheimili, hann með 300.000 krónur á mánuði. Sá sem heima, hann fær úr lífeyrissjóðnum 100.000 krónur. Ef þeir skipta til helminga, þá fær sá sem á hjúkrunarheimilinu 200.000, en sá sem heima fær 200.000. Það er að segja að greiðslan lækkar hjá þeim sem eru á hjúkrunarheimilinu úr 300.000 í 200.000. Þetta getur skipt máli varðandi kostnaðar þátttöku hans inn á hjúkrunarheimilum. En það ber aðeins að varast og spyrjast í þeirra spurninga hvað áhrif getur slík greiðsluskipting haft á ellilífeyri almannatrygginga hjá þeim sem heima situr. 45% af lífeyrissjóðatekjum þegar hann búinn að fá meira í ellilífeyri heldur en áður með því að færa ellilífeyrin frá maka sínum á hjúkrunarheimilinu til sín. 45% af lífeyrissjóðatekjunum munu lækka ellilífeyri almannatrygginga sömu fjárhæð. Í dæminu hér áðan varum að ræða 100.000 krónur sem voru flutt á milli. Það merkir að viðkomandi mun fá 45.000 krónur minna frá almannatryggingum. Og það segir okkur að svona skipting, að það sýnd veiði en ekki gefin. 45% skerðingamörk í almannatryggingum. Þau eru mjög mikil eins og kunnugt er og við viljum öll minnka þetta skerðingarhlutfall. Og þess vegna spurt, hvað mun þessi eldri kona kjósa? Munum að eldri borgarar eru 42.000. Takk fyrir. Þakka kærlega fyrir Hrafn. Þá tökum við